við þökkum við bara að við megum vera nærri þér á þessum degi og þakka þér fyrir að við megum syngja til þín og lofa þig og Drottinn bara elska þig, tigna þig, heiðra þig og við viljum gjöra það Drottinn í Jesú blessaða góða nafni. Amen. Það ritað til þess að við syngum ekki og það ritað til þess að vara við falskennendum og til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Og það eru nokkur lykilorð í þessu bréfi og eitt af lykilorðunum samfélag, síðan þetta orð til þess að þér vitið, síðan kærleikur, líf og ljós. Og þemað í bréfinu að Guð líf, hann ljós, hann réttlátur og hann kærleikur. Og ég var bara að hugleiða þessi að Guð, hann bæði líf, hann ljós, réttlátur og kærleikur. Það svo ofta fólk tekur bara eina hlið af ákveðnu máli til að lýsa. Það segir bara já, Guð kærleikur. Það gleymir því að Guð réttlátur og það ekkert endilega að við viljum hafa það með. En hann réttlátur. Amen. Sjá. Og í fyrsta versinu hérna, mér langar bara að lesa hérna yfir, við ætlum að fara í gegnum vonandi 15 vers í dag, þá segir börni mín þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki fara í bíó. Nei, til þess að þér skuluð ekki synga. Þið vitið það að sko, við vorum að ræða það síðast að sumir segja að það sé ógerlegt að lifa þannig heilan dag að maður syngi ekki neitt, en málið það að þú getur alveg lifað heilan dag og ekki farið í bíó. Þannig að hann skrifa þetta til þess að þér skuluð ekki synga, segir hann. Og þá hlýtur það að vera mögulegt. Málið að við afsökum okkur svo oft með að já, ég bara aumur syndari og við fórum aðeins í þetta síðast og málið að það ekki það sem Biblían kennir. Biblían kennir að hann hefur tekið okkur frá valdi myrkursins og hann hefur flutt okkur inn í annað ríki. Það ríki hans elskaða sonar. Og Jesús sagði við Pílatus að mitt ríki bara alls ekki að þessum heimi. Ef að mitt ríki væri að þessum heimi, að þá hefði ég verið að varpa kjarnorkusprengjum núna, nei, þá hefði verið að varpa sprengjum einhvers staðar út í heimi. En hans ríki ekki þannig. Hans ríki, hann sagði ef að mitt ríki væri að þessum heimi, þá hefði þjónar mínir barist. Þannig að ríki Jesú Krist, að það ekki af þessum heimi. En við skulum lesa hérna aftur, börn mín þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synga. Þannig að
mér langaði bara að leggja áherslu á að það mögulegt að synga ekki. Það mögulegt. Og við þurfum að fá að heyra það mögulegt. Það maður sem lagði veginn fyrir okkur sem hét Jesús Kristur og í Hebreabréfinu 4:15 þá lesum við að hans var freistað á allan hátt. Og þetta óþægilegt fyrir suma kristna að hugsa, var hægt að freista hans Jesú? Já, það var hægt. Hans var freistað á allan mögulegan hátt en án syndar. Og í Jakobsbréfinu 1:12 þá lesum við að sæll sá maður stenst freistingu. Sæll sá maður stenst freistingu og þá það líka hægt. Þessi heimur sem við lifum í, að hann segir okkur jafnvel að það ekki til nein synd, ég bara svona. Sjáðu til, ég lifi ekki í synd, ég bara svona, Guð gerði mig bara svona. En það ekki það sem Biblían kennir, hún segir, og ég var að segja við konuna mína í gær eða fyrradag, í synd gat mig móður mín. Og já, hún meina það. En flesti segja, nei, það var ekki synd. Sjáðu til, það var ekki synd að ég fæddist, eða hvað. Í synd gat mig móður mín. Það þýðir ekki það. Það þýðir það að móður mín, hún fæddi mig inn í þennan heim sem undir valdi syndar. Og sæðið hans Adams, það sæði syndar, en Jesús sagði við höggorminn að ég mun setja fjandskap milli þíns sæðis og sæðis konunnar, og þess vegna gat konan, hún gat fætt mann sem hét Jesús Kristur, hann var ekki synd. Hann var ekki getinn í synd, hann var getinn með Guðs eðli. Amen. Þannig að hann segir hérna, börnin mín, þetta skrifa ég til þess að þér skuluð ekki synga, en ef einhver syngar, þá höfum við árnamann hjá föðurnum Jesú Krist hinn réttláta. Þannig að reglan, ég vil að við sjáum að reglan hérna hinn kristni maður syngar ekki. En ef hann syngar, eðlið hans ekki að lifa í synd. Það ekki eðlið hans að lifa í synd. Eðlið hans eðli Guðs. Hann nýsköpun og hann nýsköpun í Kristi. Og hann fæddist með eðli Guðs þegar hann endurfæddist. En ef einhver syngar, þá höfum við árnamann hjá föðurnum, Jesúm Krist hinn réttláta. Og þá höfum við, þetta bréf skrifað til að vara við villukennendum. Og það svo skrítið að villutrú eða villukennsla var í frumkirkjunni og hún enn þann dag í dag. Og þess vegna þegar við segjum að við eigum árnamann hjá föðurnum Jesúm Krist hinn réttláta, hann friðþæging fyrir syndir vorar, ekki einungis fyrir syndir vorar, heldur og líka fyrir syndir heimsins. Og það sem að við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að gjaldið fyrir syndir okkar hefur verið greitt, en við þurfum líka að vita að það var ekki ókeypis. Það var ekki ókeypis. Það kostaði líf manns að greiða fyrir syndir okkar og það var líf Jesú Krist. En við fáum það ókeypis. Það gjöf til okkar. Og það þetta stundum þessi balans í orði Guðs og í kennslunni að sumir segja, já, við erum bara undir náð, hann búinn að fyrirgefa mér alla syndir, líka það sem ég drí á morgun og þetta allt í lagi, ég bara öruggur af því að hann mitt réttlæti og það skiptir ekki máli, ég bara öruggur, Jesús Kristur mér og þeim vísdómur, réttlæti, helgun og endurlaust og hans náð, hún nóg fyrir mig. Og ég stundum heyrt að fólk segir, já, sko, þegar maður kannski varaða við einhverju, já, heyrðu, þetta ekki minn Guð. Og
þá sjáum við til að það þetta sem Jóhannes að taka á í þessu brefi, út allt brefið, að brefið kallað bref fullvissunar og brefið kallað, við getum sagt að sé bref sannleikans. Hann að taka á villikennendum og hann að skilgreina hver Guð og líka hvað synd hann segir seinna í brefinu að syndin lögmálsbrot og þannig að það svo mikilvægt fyrir okkur að vita að synd, ef einhver syngar þá held ég að sé sársaukafullt fyrir Guð. Alveg eins og þegar við syngum hvert á móti öðru, þá völdum við hvert öðru sársauka. Og við gleymum stundum að þegar við lifum Guði vanþóknarlega, að þá erum við að særa Guð. Alveg svo þegar börnin okkar lifa í fjötrum syndar, kannski fíknar eða hvað það þá veldur það okkur hryggð og það veldur okkur kvöl. En við erum tilbúin að taka við þeim hvenær sem þau vilja snúa við, hvar sem og hvenær sem Það bara kærleikur foreldra. Þannig að hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann, heldur ekki boðorð hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. Og hérna komum við að svona, já, við hittum oft fólk sem segir já, ég vil lesa alla biblíuna. Og ég segi alltaf já, þá veit ég að hann hefur sjálfsagt ekki opnað biblíuna. Ef hann segir ég vil lesa alla biblíuna, ég veit þetta allt saman og ég þekki þetta. En sjáðu til, þekkingin á Guði í fyrsta lagi að við gerum okkur grein fyrir þessu gjaldi sem hann greiddi fyrir okkur og hann gerði það því hann elskaði okkur og það líka að við þekkjum hann í samfélaginu. Við þekkjum hann í samfélaginu sem að við höfum eignast við hann þegar við endur fæðumst. Þá byrjum við að þekkja hann og það segir að ef við þekkjum hann, þá höldum við boðans. Ef við þekkjum hann, þá höldum við boðans. Og hérna komum við að punkti í bara okkar kristna lífi að já, þá kemur þetta boðans, já. Ætti að segja mér að ég þurfa að fara að lifa undir boðum og bönnum. Nei, ég að segja það að ef þú þekkir Guð, þá viltu heiðra hann, þá viltu elska hann, þá viltu virða hann. Það bara, ég vil. Og þetta alveg eins og með hjónaband. Við viljum, ég vil halda stundum, má ég segja það, fáránleg boð konu minnar af því að ég elska hana. og ég má segja það því að hún elskar mig. að við viljum halda boð Guðs af því að við elskum hann og við berum virðingu fyrir honum. En ég heyri svo oft í dag, eins og Jóhannes heyrði þá, já, þetta ekki svona lengur. Við erum hérna, við erum undir náð. Og það var einhver sem sagði okkur Snorra að við værum hérna allt og mikið fyrir bókina. Að þetta væri nú svona andinn líka sem þyrfti að fá að leiða okkur. Og það væri frelsi, ákveðið frelsi. En andinn í orðinu og orðið í andanum. Það bara þannig. Þannig að ef við þekkjum hann, þá leitumst við að halda boðans. Og ef einhver segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, hann lygari. Sannleikurinn ekki í honum. Sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Og við getum líka sagt, í honum kærleikur Guðs orðin fullkomin. Þetta 5. versið. Við erum í 1. Jóhannesarbrefi og nú erum komin í 5. vers. En í honum kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Ef þú flettur upp í ensku King James Biblíunni, þá segir hún, en í honum kærleikur Guðs fullkomin. Og ég var að hugsa, munið eftir orðið að vera fullkomin, það þýðir
hérna að ná einhverja tilsettu marki og mér datt í hug orð Páls. Ég hef ekki enn höndlað það, ég er ekki enn fullkominn. Var það þetta sem hann átti við, að hann væri ekki fullkominn í kærleika Guðs? Ég persónulega trúi því að Jesús sé eini maðurinn sem hafi gengið á þessari jörð og hafi verið fullkominn í kærleika Guðs. Það er mín skoðun, en þetta er eitthvað sem við erum að keppa eftir, að kærleikur Guðs fái að vera fullkominn í okkar lífi. Og svo segir, af því að við þekkjum, en hver sem varveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs, honum fullkominn, af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöðugur í honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Og þá getum við bara sagt, hjálpaðu með Drottinn. Ef við viljum, við getum það ekki án hans. Vers 7, þér elskaðir, það er ekki nýtt boðorð sem ég rituður, heldur gamalt boðorð. Boðorðið sem þér hafið heyrt frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þér heyrðuð, enga síður er það nýtt boðorð er í rituður, sem er augljóst í honum og í yður. Því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós. Við vitum að sanna ljósið það er það ljós sem Jóhannesar Guðspjall segir, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Og hann var í heiminum og heimurinn þekkti hann ekki. Og hér sjáum við að Jóhannes talar um að hið sanna ljós er þegar farið að skína. Og svo talar hann gamalt boðorð og nýtt boðorð og þetta virðist vera svona svolítið ruglingslegt. En ég flett upp annar staðar og ef við förum bara í annað Jóhannesarbréf, þá er vers sem skýrir þetta vers, og það er svo oft sem að Biblían, hún skýrir sig sjálf. Að það segir að ritning útskýrir ritningu. Ef við förum í annað Jóhannesarbréf, 5. vers, þá segir, nú bið ég þig frú mín góð, og er ég þá ekki að skrifa þig nýtt boðorð, heldur það er vér höfðum frá upphafi. Vér skulum elska hver annan, og í þessu birtist elskan að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þér heyrðu það frá upphafi, til þess að þér skyldu lifa í því. Þannig að gamla boðorðið og nýja boðorðið, það er sama boðorðið. En stundum verður þetta svolítið, þegar við lesum bara yfir, þá er þetta stundum, ég horfði á þetta nokkru sinnum og ég var að hugsa, og nýtt boðorð, og hvað er þá gamla boðorðið? Ég er í 1. Jóhannesarbréfi, ég fór í 2. Jóhannesarbréf og las 5. versið. Það var einn kafli. Þannig að gamla boðorðið hérna og nýja boðorðið, það er sama boðorðið að þér skulið elska hver annan. Frá upphafi er miðað við að frá því að þið sanna ljós kom í heiminn. Síðan segir, sá sem segist verið ljósin og hata bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem segist verið ljósin og hata bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert leitt geti hann til falls. Þannig að kærleikur er eðli ljóssins, hatur er eðli myrkursins. Og sá sem segist verið ljósin og hata bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert geti leitt hann til falls. Og ég man alltaf það að þetta orð talaði alveg sérstaklega til mín fyrir nokkuð mörgum árum. Sumir voru ekki fæddir, en það var sennilega, 1980 og eitthvað. Og þá var það þannig að við vorum hérna í þessu samfélagi og það kom upp svona smá misklíð eins og gerir stundum í kirkjum. Og
við vorum mjög ósáttir, ég og annar bróðir hérna. Og síðan var það að ég bara, þá var að byrja svona ný samfélög og það var svo spennandi að fara eitthvað annað og losna bara við vandamálið. Svoleiðis að ég fór að fara á samkomur annar staðar og hætti að koma hérna. Og stundum þegar ég sá bróðir minn sko út á götu og svona, þá fekk svona sting í hjartað. Og sko, mér fannst einhvern veginn, ef við erum kristin, þá á þetta að vera ekta. Við eigum að elska hvert annað. Og ég á ekki að þurfa að vera einhver staðar annar staðar. Og hérna, en þá var svona, já, það var alls konar, heyrðu, þú ert að koma hingað, við höfum meira ljós. Þetta svo gamaldags þarna og við heyrum þetta ennþá, sko, já, við höfum meira ljós og en sjáðu að þessi kærleikur sem ekta, að hann kærleikur þó eitthvað sé leiðinlegt. Hann kærleikur þegar eitthvað gaman og hann getur líka verið kærleikur þegar okkur líkar ekki, af því að kærleikurinn eitthvað sem við erfiðum í. Og ég man að þetta vers hérna, það hjálpaði mér og huggaði mér þá vegna þess að ég sagði við Drottin, sko, ég vil elska systkini mín, sama hvað. Og þá kom spurningin, hatar hann? Nei, ég hata hann ekki, ég elska hann. Og þá fekk ég huggun í þessu orðið, jafnvel þó að kringumstæðurnar væru svona, að sá sem elskar bróður sinn, hann stöðugur í ljósinu og í honum ekkert leitt geti hann til falls. Til að gera langa sögu stutt að þá reyndar sættumst við og erum hinni bestu vinir í dag, en þetta voru svona vaxtarverkir. Það kom svona inn ákveðin kenning á þessum árum sem var kölluð trúarkenning og hún var líka svolítið ýkt. Það svona eitt af þessu sem að, sko, það kannski, það svo skrítið að við þurfum ef við höfum eitthvað, þá þurfum við að kunna meðhöndla það. Og ég held að trúarboðskapurinn eins og hann byrjaði að hann hafi verið alveg réttur, en síðan komu einhverjir aðrir og vildu fara auðveldar í leiðina og þá var hann rangur. Og það var svolítið skrítið þegar fólk var að rembast og segja, já, mér gilt í bakinu, mér gilt í bakinu, ég er læknaður. Sjáðu, ef við erum með þetta á hreinu, þá vitum við okkur illt í bakinu. En við vitum líka að fyrir hans benjar erum við heilbrigð, og þó svo að ég segi einhverjum að mér sé illt í bakinu, að þá ekki Guð með hamarinn og tekur lækninguna frá mér. Það virkar ekki þannig. Þetta virkar þannig að trúin, hún tekur yfir. Ég veit að mér illt í bakinu, en svo veit ég að orð Guðs miklu sterkara. Orð Guðs sterkara, og ég var að segja við konuna mína, hún svolítið verkjuð, að orð Guðs sterkara heldur en íbúfen. Það bara það. Við þurfum bara einhvern veginn að fá þetta inn í hjart okkar. Orð Guðs líka sterkari en parkotín. Orð Guðs líka sterkari heldur en hvaða sjúkdómur sem En við þurfum að geta höndlað þetta orð og nota það réttilega. Þannig að, já, það voru þeir tímar og nú eru þessi tímar. En það svo gott að finna huggun í orði Guðs þegar við erum svona vegvilt og við kannski höldum að við höldum bróður okkar, en þá bara kemur Guð og segir, heyrðu, nei, þú elskar bróður þinn. Og það ekkert sem getur leitt til falls. Og þó að sjá við til að ef við erum ósamála, þá oft betra að segja hvert öðru að við séum ósamála heldur en að vera breið eitthvað yfir og vera með falskan kærleika, vegna þess að þegar við erum búin að útkljá málin, að þá erum við þétt saman. Amen. Sá sem elskar bróður sinn, hann stöðugur í ljósinu og í honum ekkert leitt geti hann til falls. Sá sem hatar bróður sinn, hann í myrkrinu, lifir í myrkrinu, veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Og síðan segir, ég rituðu börnin mín af því að syndir yðar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Hérna kemur aftur, við vorum að tala um það síðast þegar ég talaði um þetta að
fyrsti kaflinn í Jóhannesarbréfinu að við ættum að játa syndir okkar. En sjáðu, syndirnar eru fyrirgefnar og þú átt ekki að byrja að grafa upp gamlar syndir sem eru fyrirgefnar. Er ég að predika einhverja ofurnám? Nei. Ef að þú fyrirgefur mér, þá kem ég ekki til þín dag eftir dag og segir, heyrðu, fyrirgefðu mér, elsku fyrirgefðu mér. Þú segir bara, ég er búin að fyrirgefa þér. Það er eitthvað að þér. Sjáðu, ef að syndirnar eru fyrirgefnar, þá eru þær fyrirgefnar. Og við þurfum að meðtaka það að okkur er fyrirgefið. Og við þurfum að lifa í þessu að okkur er fyrirgefið og það verður þá að vera einhver ný synd ef að það er að fyrirgefa allt. Og við erum ekki að leita því. Síðan segir, ég ritiður feður af því að þið þekki hann sem er frá upphafi, ég ritiður þér ungu menn af því að þér hafi sigrað hinn vonda, ég hef ritað yður börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi, ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda. Ég var að hlusta á mann sem var að kenna einmitt frá þessu og hann sagði í okkar veröld að þá höfum við svona 4 svið. Við höfum börn og við höfum unglinga og við höfum fullorðið fólk og svo höfum við heyrðu mikið lítur vel út. Og þá veist að þú ert komin á ákveðin aldur þegar þú færð það. En hérna höfum við bara börn, unga menn og feður. Það líti allir vel út í Guðsríkinu. Og ég var að hugsa að við höfum börn í Guðsríkinu og börn eru yndisleg og þau þekkja pappa alveg á sérstakan hátt, en feðurnir að þeir þekkja föðurinn á dýpri og öðruvísi hátt. Og svo höfum við ungu mennina og það sýnir okkur að þeir hafa sigrað hinn vonda, það sýnir okkur að þeir eru hættir að vera börn. Þeir uxu úr grasi. Og það er þetta sem Biblían er að kenna okkur. Það er yndislegt að vera barn, en ef þú ert alltaf barn, þá er eitthvað óeðlilegt. Og faðirinn, það er stundum eru feður álitnir svona leiðinlegir, og mér fannst pabbi stundum leiðinlegur þegar hann vildi ekki gera það sem ég vildi gera. En sjáðu til, feður, þeir hafa upplifað oft á tíðum það sem að börnin hafa aldrei séð eða aldrei upplifað. Og jafnvel það sem ungumennirnir hafa heldur ekki upplifað. Það hafa feður upplifað og þess vegna eru þeir feður. Og í Korinthubréfinu að þá talar Páll það að, hvar var það? Fyrra Korinthubréfi, 4. kafli og 15. vers. Við skulum lesa það. Og það er svolítið athyglisvert þegar við erum að tala villukenningar og við erum að tala að í okkar heimi í dag, það sem kom á eftir trúarkenningunni manni, að það var prosperity-kenningin og Guðspjallið. Og þá áttu allir að gefa og þú áttir að sá og þú áttir að sá í rétta jörð. Og ef þú gafst 100 eða $500 inn í þetta ministry, þá myndi Guð lækna þig. Og þetta er pjúra villa. Þetta er ekki rétt, af því að Guðs náð er ekki til sölu. En hér segir Páll í 15. versinu, hann segir, enda þótt þér hefðu 10.000 fræðara í Kristi, og hann er að tala við kirkju sem að hann stofnaði, sem að hann leiddi allt þetta fólk til trúar, og það fæddist fram undir honum. Hann segir, þó þér hefðu 10.000 fræðara í Kristi, þá hafið þér þó í marga feður. Ég hef í Kristi Jesú fætt yður með því að flytja yður fagnaðarerindið. Þannig að hann segir, ég er faðir ykkar, þó þið hafi marga fræðara, og þeir voru á þessum stað að þeim
þeim fannst meira spennandi að fara í hina kirkjuna og hlusta á hina súperpredikarana sem Páll talar á öðrum stað og hann kallar þá falspostula. En Páll, hann þurfti að berjast við þetta að hann hafði fætt fram ákveðna hjörð og ákveðin hópa fólki, hann hafði predikað fagnaðarerindið og þeim fannst lítið til hans koma. En hann sagði, sjáið þó þið hefðu 10.000 fræðara, þá hafið þið ekki marga feður, þið eigi bara mig sem föður. Og það á öðrum stað, ef við tölum aftur prosperity, Guðs fagnaðarerindi, að þá segir Páll að feðurnir eiga að sjá fyrir börnunum, ekki börnin fyrir feðrunum. En ef við lítum tilbaka á kannski síðustu 30 ár í trúarheiminum, að þá var þessu svo oft snúið við og fólk var undir fordæmingu ef það gaf ekki nógu mikið. En orðið segir að sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Þannig ef þú kemur á samkomu og það er pressa á þig að gefa, að þá átt þú að gefa eins og þú hefur ásett þér í hjarta þínu. Ekki eins og einhver annar vill að þú gefir. Vegna þess að þú ert ekki að gefa predikaranum eða þeim sem að tala, þú ert að gefa drottni. Það fer í gegnum kirkjuna en þú ert að gefa það til drottins og þaðan kemur blessunin. Amen. Þannig að við höfum hérna börn, við höfum unga menn og þessir ungu menn, þeir eru styrkir og þeir hafa sigrað af því að orð Guðs var stöðugt í þeim. Þeir hafa orðið í sér og þess vegna lifa þeir í sigri. Síðan koma síðustu versin hér, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Og hér erum við ekki að tala fjöllin í kringum, við erum ekki að tala Snæfellsnesjökul eða Fagradalsfjall eða hvað það er. Við erum ekki að tala náttúruna, við erum að tala ákveðið kerfi, við erum að tala heiminn. Heimskerfið, og orðið kosmos, heimskipulag án Guðs. Við erum að tala það, að við erum ekki að elska heimskipulagið án Guðs. Og við það er svona þegar maður skrifar hjá sér að þá fattar maður ekki alveg svo daginn eftir hvað maður er að. Það segir hérna sjá bók og ég sé ekkert í bók. Ekki við þetta vers. En þetta er heimskipulag án Guðs. Sá sem elskar heiminn á ekki sér kærleika til föðurins. Og það sem mér dettur í hug, þegar ég var bara að hugsa þetta vers, að heimurinn og kærleiki til föðurins, að það var kona sem að, ég veit ekki hvað hún hét, en hún er kölluð kona Lots. Hún gat ekki slitið sig frá heiminum þegar Guð vildi bjarga henni. Af því að hún elskaði svo mikið þetta system, þetta kerfi, að hún leit við, það var eitthvað í hjarta hennar að hún varð eftir. Og hérna kemur þessi aðvörun að við eigum ekki að vera eins og kona Lots. Jesús sagði það reyndar, það stendur ekki hér, en við eigum ekki að elska heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins, eða kærleiki föðurins er ekki í honum. Kærleiki föðurins er ekki í honum. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn hálsins, fýsn augnanna, auðæfa oflæti, það er mjög skrítið orð, enska biblían segir pride of life, og það er í rauninni að ég er stoltur af því hvað ég er klár og hvað mér hefur gengið vel í lífinu, ég er stoltur af minni eigin þekkingu, ég er stoltur af eignum mínum og það þýðir eiginlega að vera hrokafullur á vissan hátt. Auðæfa oflæti, pride of life er, fyrir þar sem skilja ensku betri, skilgreining.
Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og það er ekki frá þessari fallegu náttúru. Ég trúi því að það sé yndislegt að elska náttúruna, þó svo ég sé ekki alltaf tilbúin að stoppa þegar kona mín segir að stoppa og við erum að keyra einhver staðar og hún man ennþá og ég neita að stoppa fyrir 35 árum á ákveðnum stað á Austurlandi, en það er ekki það og hún hefur kennt mér að elska náttúruna og það er ekki það sem hann er að tala um. Hann er að tala um þetta kerfi, heimskerfi, þennan heim, þetta líf í heiminu sem er án Guðs. Og svo segir bara heimurinn fyrirfest og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Og þegar ég las þetta vers, heimurinn fyrirfest og fýsn hans, þá kom allt í einu upp hugsun, Opinberunarbókin 18:11, það kom ekki ritningarstaðurinn, heldur bara orðið sem er þar, að þegar við lesum og kaupmenn jarðarinnar gráta og harma yfir henni því að enginn kaupir nú fram af vöru þeirra, að einn dag mun allt þetta kerfi hrynja. Að því að það segir hérna, heimurinn fyrirfest og fýsn hans, að það er eitthvað við þetta að kaupa og selja sem að skapar fíkn í fólki. Og við þekkjum það allavega með konur að það geta, sko ég get farið í stórt shoppingmál, ég fór í, hvar var það? Minneapolis. Og þá fór ég, það voru 4 hæðir og ég fór yfir allt málið á svona korteri og, segjum hálftíma og fer aftur niður og þá er kona mín ennþá í sömu búðinni. Það segir við gána. Þannig að það er eitthvað og það er ekki bara hún, ég er líka segur vegna þess að sko, ég er með bíladellu og ég get hort á bíla daginn út og daginn inn og ég var að lesa þetta, heyrðu, er það ekki líka bara fýsn holsins? Pabbi sagði þegar við fórum á bílasölu, hann var komin lengra en ég og við fórum hérna á bílasölu og fórum að skoða nýjan bíl og svo förum við rúnt og ég segi, pabbi, hvernig líka þér? Já, veistu það, Kristína, að hérna, jú, þetta er flottur bíl, mér líkar alveg ágætlega, en það komin svona til mín, látiðu næja það sem þér hafið. Og þar með var það ákveðið, gamli pusjúin, hann var látinn duga áfram. Og pabbi hélt áfram að gefa í Guðs ríkið. Hann nefnilega tók það ákvörðun þó hann ætti ekki pening, þá sett hann sér takmarkið til að gefa 1 milljón þarna, svo borgaði hann bara 20.000 á mánuði og hann var búinn eftir, alveg svo þegar þú kaupir bíl, að þá gaf hann með afborgunum. Og þetta þýddi það að hans hjarta var í ríkinu sem var hið efra. Að þessi fýsn holsins eða bíladellan, að hún náði ekki tökum á honum. Þannig að þið megið biðja fyrir mér. En heimurinn fyrirfest og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Og við ætlum að stoppa hérna í dag. Mér finnst ágætt að fara svona af og til í gegnum bara Biblíuna og ég ætla að reyna að klára Jóhannesarbréfið í sumar. Við förum bara í gegnum og lesum það yfir saman. En við skulum þá bara enda og slíta þessari útsendingu og þökkum bara þeir sem eru að horfa á netinu og við segjum að Jesús Kristur, hann er svarið. Það stendur utan á húsinu okkar, Jesús Kristur er svarið. Hann breytti mínu lífi og hann vil líka breyta þínu lífi. Og við bara þökkum honum fyrir það að hann hefur gefið okkur leiðbeiningu og hann hefur gefið okkur orðið sitt til þess að lifa í og hrærast í. Amen. Og Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú ert hér meðal okkar og þakka þér fyrir orðið þitt, Drottinn, þakka þér fyrir náðina í orðinu og þakka þér fyrir að þú, Drottinn minn, elskar okkur í orðinu og þakka þér fyrir það, Drottinn, að kærleikur þinn kemur inn í líf okkar í gegnum orðið þitt, Faðir.
Og ég þakka þér fyrir það að syndir okkar eru fyrirgefnar. Þakka þér fyrir það, Drottin, að þú tókst okkur frá valdi myrkursins. Þú fluttir okkur inn í ríki þíns elskaða sonar. Og Drottin, við þurfum ekki að minnast hins liðna. Nei, Drottin, við mögum keppa eftir því sem framundan er. Og Faðir, við byggjum áfram fyrir Drottin bæjarfélagin okkar. Ég byggi áfram fyrir Drottin fólkinu sem kemur hérna á næsta laugardag og fyrir því sem við gerum þá, Faðir Guð, og það bæn mín, Faðir, að við mögum finna Drottin einhvern sem vil taka við þér sem frelsara. Það er líka bæn mín, Faðir Guð, að í þessari viku megum við öll fá tækifæri til að bera þér vitni, ó Guð, og til að leiða einhver til þín, Faðir, í Jesú nafni. Amen. Drottin bless ykkur. Takk fyrir þig. Það er gott að hafa Jóhannesarbréfið sitt í hliðsjónar og það er líka nauðsynlegt fyrir okkur á þessum tíma að hafa Biblíuna okkur til styrktar, því að við gleymum því ekki að við þurfum að lifa lífinu morgun. Og við langar til þess að því að það er þessi tímar og það er fréttir að berast voðalega atburði út í heimi. Að Bandaríkjamenn eru búin að gera sprengjuárás á Íran. Þá þurfum við að verja okkur án þess að vera í hræðslu og ótta. Og við langar til þess að við stöndum upp og við endum þessa stafnverkjum þannig að við býðum fyrir því að við verðum í kærleika Krists. Við verðum ekki neinum ótta. Við vitum að við erum Guðs hendi og hann mun við fyrir sjá. Þetta hljómar kannski eins og slagorð, en það er eitt af því sem við þurfum að gera. Við þurfum að koma þessu inn í hjarta okkar. Ég óttast ekki. Ég á Krist með mér. Ég er ekki í syndinni. Ég er fyrir utan syndinni. Drottin, þakka þér fyrir að þú varðveitir okkur og þú blessar okkur. Og ég bið þess elskaði Herra að við mögum fara hérna út án ótta og skelfingar og það sem mætir okkur í fréttum og áliti manna, það sem að menn er að segja atburði líðandi stundar. Við vitum, elskaði Herra, allt fer samkvæmt orði þínu, allt fer eftir áætlun þinni og við mögum bara njóta þess að lifa lífinu án ótta og skelfingar. Og Drottinn segir við þig, Drottinn blessi þig, Drottinn varðveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Hann upplifti augliti sínu yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Takk yfir þessu. Þetta eru svona kirkjulega bænir, en þetta er talið vera bæn Arons og þetta er einn elsta bæn sem fundist hefur árituð á silfurspjaldi sem var einu sinni í gröf í Ísrael. Síðan eru liðin 2500 ár og menn hafa fundið í dag bænin ennþá til. Svo er eitthvað hressi guppi og Svanhildur, hún er búin að undirbúa Marta, hljókur. Eða hún. Marta, sko. Þannig að þá er bara allt saman tilbúið hann okkur. Drottinn blessi ykkur og þakka ykkur fyrir samverustundina. Bænastund á þriðjudag klukkan 5 og svo hérna á laugardeginum klukkan 2.